Ákveðnar tegundir baktería líma sig við tannyfirborðið og mynda skán sem þarf að busta af með reglulegu millibili að lágmarki 2 sinnum á dag. Ef stöðugt er verið að borða og nægilegt framboð er á sykri myndast skánin hraðar. Ef tannhirðu er ábótavant og skánin nær að safnast fyrir, hindrar hún aðgengi munnvatsins að tannyfirborðinu og tannskemmdir geta myndast. Í tannsýklunni umbreyta bakteríur sykri fæðunar í sýrur sem leysa upp yfirborð glerungsins og steinefnin tapast. Dökki bletturinn sem hér sést myndast er tannskemmd á byrjunastigi. Þar hefur sýra leyst upp tannflötinn. Meðan tannskemmd er bundið með glerung má stöðva eða lækna sjúkdóminn með bættri tannhörðu, viðbótarflúor og betri neysluvenjum. Glerungur leysist frekar hægt upp, en þegar tannskemmdin er komin í gegnum glerungin og yfir í tannbeinið verður upplausnin fljótvirkari. Á þessu stigi verður tannlæknir að hreinsa burt skemmdan tannvef og setja fyllingu í staðinn. Þegar tannskemmdir nálgast kvikuna og sýking nær sér á strik, veldur bólgan sem þá myndast þrýstingi og tannpínu. Rótarskemmdir eru vaxandi vandamál meðal aldraðra. Tannholdið getur hörfað og þar með er hluti tannrótar ekki lengur verndaður af slímhúð og því kjörinn griðarstaður tannsýklu. Tannskemmd myndast hratt á beru rótaryfirborði. Viðbótarnotkun flúors er algjör nauðsyn til að hægja á myndun og vexti rótartannskemmda. Rætur tanna sitja í kjálkabeini og örfínir bandvefsþræðir festa tönnina við beinið. Heilbrigt tannhold liggur upp að tönninni eins og þéttur kragi og er fölbleikt á litin. Orsakir tannholdsbólgu eru viðbrögð ónæmiskerfis við bakteríuskán á tannyfirborði. Bakteríur valda þannig ertingu án þess að setjast að inn í sjálfum vefjónum. Tannholdið roðnar, bólnar og það blæðir auðveldlega úr því. Bólgan hjaðnar ef munnhirðan er bætt. Langvarandi tannholdsbólga leiðir oft til alvarlegri tannholdssjúkdóma. Bólgið tannhold losnar frá tönninni og bólgan nær að dreifast niður í rótarþræðina. Í kjölfarið eyðast bæði rótarþræðir og kjálkabein og smátt losnar tönnina. Reykingar þrefalda hættuna á tannholdsbólgu, þó einkenni sjúkdóminn séu alla jafna minni. Tannholdsbólgur valda oft litlum eða engum óþægindum og uppgötast því oft seint. Mikilvægt er að koma í veg fyrir sjúkdóminn áður en að nær sér á strik með góðri munnhirðu. Þegar jafnvægi ríkir í munninum er jafnt útflæði steinefna út úr tannyfirborði og inn í það aftur. Munnvatnið viðheldur réttu sýrustigi en ef sopið er á súrum drykkjum fellur sýrustigið og við það taka steinefnin á rás út úr tönninni. Glerungseyðing er það kallað þegar sýra leysir upp tannyfirborðið og glerungur þynnist og eyðist. Sýra losar steinefni glerungsins sem komast ekki tilbaka inn í glerungin ef umhverfi munnsins er stöðugt súrt. Ef sopið er til dæmis á súrum drykkjum á 10 til 15 mínútna fresti nær munnvatnið aldrei að hlutleysa munnholið. Glerungurinn þynnist og tennurnar verða næmari fyrir hita og kulda. Takmarkið neyslu súrra drykkja við til dæmis ákveðin tíma á dag eða viku til að sporna gegn glerungseyðingu.